Þórunn Kristín Sigurðardóttir, hjúkrunarfræðingur á Akureyri, var 31 árs þegar hún greindist með Hodgkins eitilfrumu krabbamein. Hún var þá í miðjumastersnámi, hún lauk því, hún dúxaði og fór síðan í krabbameinsmeðferðina. Við ætlum að kynnast Þórunni Kristínu í þættinum Ungt fólk og krabbamein. Það eru komið 6 ár síðan Þórunn fór til læknis, fyrst út af stækkuðum eitli í hálsinum og fékk þá ranga greiningu úr rannsókninni og hún týndist reyndar í kerfinu hvað þá meira. Hún ítrekkaði svo beiðni rannsókn í apríl 2013. Þetta er 1. maí 2013 og við vorum staddar rétt hjá Víðigerði þegar símtali kemur. Og það er læknirinn sjálfur sem hringir? Já, það er læknirinn Haraldur Hauks sem skar og hringir í mig og þú veist, rauður dagur og hann hringir í mig og ég bara fatt ekki alveg hverju ég er að fá eitthvað númer, óþekkt númer og svara þessu og þá fæ ég þessar fréttir. Alveg bara, eins og maður segir, þrumur heiðskjör í lofti, ég átti enga vegi vona þessu af því að maður kom með greininguna. Já, þetta átti bara að vera fitu. Þetta átti bara að vera fitukirtil. Hvað sagði hann? Hann kynni sig og ég heyri hann er alvarlegur og hann segir mér að það sé komið út úr þessu og segir mér hvað þetta er og eftir það man ég voða lítið. En ég man að ég var mjög lítil í mér og spyr bara ekki hvort hann vilji tala um mömmu. Já. Og hann, ég man að hann sagði við mig, þú ert fullorðin kona, þú verður að heyra þetta. Já. Og svo eiginlega eftir það bara svona eiginlega blackout. Við snýrum við og bara daginn eftir var ég komin upp á myndgreiningadeild og komin í sneiðmyndatöku. Og Hodgkins, það eru til 2 gerðir, er það ekki? Já, það er Hodgkins og svo non-Hodgkins sem er verri gerðin. Svo ég var í raun bara heppin. Þú varst heppin? Ég myndi segja það. Hvað tók svo við 2. maí 2013? 2. maí, þá fer ég að segja svona þeim nánustu og mínum vinnuveitenda þetta því ég átti þetta að mæti vinnu eftir helgi. Það gerist þarna fyrir helgi þegar við ætlum að fara þarna þessa löngu helgi og ég fer í þessa rannsókn og svo er ég komið tíma hjá krabbameinslækni eftir helgina hjá henni Agnes sem var þá hérna. Hverju munaði það að hafa þjónustuna svona nálægt? Öllu. Já. Það munaði öllu og það líka hjálpar að maður þekkir inn á þetta kerfi. Það bara hjálpaði mjög mikið. Förum við mitt aðeins í það. Já. Þú ert hjúkrunarfræðingur, fagmanneskja og þarna á einu sólarhring ert orðinn sjúklingur. Ég er bara komin hinum megin. Þú ert komin hinum megin. Hvernig er það? Það er mjög skrítið. En maður hefur alltaf svona bak við eyrað fagmanneskina. Fannstu að það var styrkur fyrir þig? Já, klárlega og það hjálpaði líka mamma mín er hjúkrunarfræðingur og mitt bakland sko. Já. Þú fórst ekki að googla? Nei, það gerði ég ekki. Hvað gerðir þau? Hvernig tókstu á við þetta? Ég gæti kannski á að googla líkunar á að læknast. Hverjar eru þær? Þær voru bara mjög góðar. Ég man ekki nákvæmlega hverja þær eru en þær voru mjög góðar. Og maður frænku minna sem er læknir sagði einmitt bara þegar ég greinist að þetta væri ef maður geti valið sér krabbamein, þá væri þetta að skásta. Já. Svo það var þetta fyrst léttir að heyra það líka. En svo tók alvaran við, það þurfti að fara að takast á við þetta. Í hverju fælst meðferðin? Hún fólst í geislum, ég byrjaði í lyfjameðferð og fór svo í framhaldi af því í geisla, en ég byrjaði fyrst að fara út til Danmerkur í svona jáeindaskannan, PET-skann, sem betur fer komin til Íslands núna. Fórstu ein þangað? Nei, ég fór þá með fyrrverandi kærastanum mínu þangað. Hvað kom út úr því? Það kom bara allt mjög gott út úr því að þetta væri bara staðbundið, þetta væri bara þessi eitill. Það hefði bara verið í honum, það fannst ekkert annað. En það var bara ekkert hættandi á að taka sénsinn, svo það vildi bara læknarnir að ég færi í lyf og geisla. Hvernig er lyfjameðferðin? Erfið. Byrjar vel, en verður erfiðari eftir því sem lengra líður og ég er innilega þakklátt fyrir að hafa ekki þurft að fara nema 4 skipti af því ég fann alveg eftir síðasta skipti hvað það var að fara að taka á.
Tekur þetta á mann mjög líkamlega? Líkamlega og andlega. Maður verður bara eiginlega veikur. Ég lá bara í rúminu og svaf og þetta er svona flensulík einkenni. Tala svo ekki ógleðin og allt þetta sem fylgir þessu líka, en ég slapp sem betur fyrir við það var aðeins fyrst. Hvernig útskýrðirðu fyrir dóttur þinni, 6 ára, hvað var að gerast? Við töluðum bara mjög svona hreinskilið og opið við hana. En pössuðum okkur að segja ekki neitt svona slæmt. Sögðum að þetta væri ekki góður sjúkdómur, en ég væri í góðum höndum og væri í meðferð og þetta myndi bara fara vel. Töluðum alltaf það þannig. Notaðirðu orðið krabbamein þá við hana? Já. Veistu hvernig hún tengdi það? Við slæmt, slæman sjúkdóm, sko, sem maður gerir sjálfur þegar maður heyrir þetta orð, maður bara tengir þetta við slæma hluti. Hvað hugsaðirðu þegar þú fékkst að vita að mamma þín væri með krabbamein? Það kom mér rosalega óvart því mamma er rosalega heilbrigð en mér brá rosalega mikið. Ég var hrædd en ég vissi að mamma, hún gæti alveg barist við þetta krabbamein. Varstu hrædd við orðið krabbamein? Vissirðu hvað það þýddi? Ég vissi að það væri sjúkdómur, já. En ég var ekki beint hrædd við orðið krabbamein því ég vissi ekki alveg hversu alvarlegt krabbamein væri eða er. Þegar maður færi þessar fréttir og það hjálpaði ekki heldur, maður var búin að fá vitlausa greiningu og þá er skellurinn meiri. Og líka að því að ég var á þeim stað í lífuna að bara þessi hluti, námið sem var búið að taka svo mikið tollamanni andlega og bara líkamlega, að þetta var loksins að vera búið og maður fann að sjá fram á bjartari tíma. Þess vegna held ég ásamt þessari röngu greiningu að skellurinn hafi verið ennþá meiri. Ó nei, sumarið mitt að færi þetta. En þá kom mamma, af hverju ekki sumarið? Er það ekki bara langbesti tíminn, þú veist, bjart, sól? Svo ég leitaði bara þannig. Mamma reddar þessu, kemur með svona gott pepp. Og svo það var alveg rétt að því ég nýtti sumarið. Þetta var yndislegt sumar 2013, við fengum mjög gott veður hérna. Og ég nýtti það bara til að halda mér gangandi. Fór út í Kjarnaskóg og var mikið úti. Það var skemmtilegt að fá að hreyfa sig með mömmu. Það var æði að vera út í náttúrunni og ég vissi að ég væri að hjálpa mömmu rosalega mikið. Það skipti mig mest máli. Fannstu hvað þú skiptir hana miklu máli? Já. Hugsaðirðu einhvern tímann hvort hún myndi deyja? Já, sko alveg nokkru sinnum. Þegar mamma var í Reykjavík þá vissi ég ekki alveg hvað var að gerast. Ég var sko bara 6 ára. Svo ég var rosalega hrædd að hún myndi deyja. Þegar maður fer inn á eins og almennu göngudeildina hérna, þá fær maður sinn hjúkrunarfræðing og maður er með sinn krabbameinslækni og það var hún Jenny, algjör engill, sem fylgdi mér alla mína meðferð. Og þau koma manni svona í gegnum þetta og leiðbeina manni og svo kemur félagsráðgjafi frá spítalanum sem hjálpar manni með eins og í tengslu við dagpeninga þegar veikindadagarnir manns eru búnir á vinnustannum. Og það var ekkert, það var allt gott það að segja. Ég á mjög góða vinkonur og yndislega foreldra. Og stelpa mín spilaði mjög stórt hlutverk, þó ég hef ekki verið að setja þetta kannski á hennar herðar. Þá var hún alltaf þarna inn í myndinu og var að styðja mig og bakka mig upp og peppa mig áfram, eins og þegar við fórum út í Kjarnaskóg þá kom hún með mér og hvatti mig áfram þegar ég til dæmis var að gera hnébeygjur og reyna svona að styrkja mig og gera framstig og hún var að klappa og hvetja mig áfram 6 ára kríli. En varst þú að segja fólki almennt frá því að þú værir með krabbamein? Mínu nánustu, en ekkert svona ef ég hitti eitthvað. Þú fórst ekkert með þetta á Facebook? Nei, ég fór ekki með þetta á Facebook. Mér fannst þetta algjörlega að vera mitt val að segja frá því og það var kannski partur af því að þegar þetta gerist þá missir maður algjörlega tökin. Maður hefur enga stjórn á neinu og þetta var kannski mín aðferð að halda smá stjórn. Hverjum ég segði, hverju ég deildi á Facebook og svona. Þetta voru 4 skipti og ég fór
á 2 vikna fresti, þá voru þetta 8 vikur og ég byrja í geislunum í júlí. Ég klára í byrjun júlí meðferðina hér, fer svo suður, ég man ekki nákvæmlega hvað það voru mörg skipti, 10, 12 eitthvað, þessi geislar og klára fyrir Versló 2013. Þá ertu búin í geislunum og lyfjameðferðinni. Já. Hvernig var sá dagur? Sá dagur yndislegur, flög norður og ég hitti 2 af mínum bestu vinkonum og við förum á dynheimaball og dansum okkur inn í nóttina. Það var bara æðislegt. Gliðnaði sambandi við fyrri kærastan þinn á þessum tíma? Já, það gerði það. Hvað heldurðu að hafi valdið því? Við vorum ekki búin að vera lengi saman þegar þessi skellur kemur og bara grunnurinn var bara ekkert góður fyrir og það bara þoldi þetta ekkert. Þetta er mikið álag? Þetta er mjög mikið álag og líka hann bjó ekki hér, hann bjó fyrir sunnan svo þetta var svona fjárbúð. Ég fæ alveg svaðaleg brunasár á hálsinn. Það er ekki hægt að lýsa hvað það var hrikalegt. Og svo mér boðið að koma í endurhæfingu á Kristnesi sem ég fer í haustið. Og ég var ekkert alveg á því. Ég veit ekki af hverju ég var með þessa fordóma, en mér fannst bara svo ætti bara að vera eitthvað svona eldra fólk að fara í Kristnes. Hvaða erindi hefði ég í Kristnes? Ég þurfti alveg að éta þetta ofan í mig, það er alveg frábær starfsemi þarna og mér leið mjög vel þarna og náði góðum árangri. Varstu þá að byggja upp þrekið? Ég var algjörlega að byggja upp þrekið og var í gönguhópum og var í ræktinni og fékk svona bara prógram hannað fyrir mig og fór í sundleikfimi og þetta var bara dásamlegt. Maður kom alveg vel endurnærður en líka þreyttur alltaf heim eftir daginn þarna. Nú varst þú náttúrulega bara ung þegar þú greinist og þú átt eina dóttur. Hvað með barneignir í framtíðinni? Hún Agnes benti mér á öll úrræði í tengslu við það og benti mér á að ég gæti farið í eggheimtu og það. En ég ákvað bara að fara bara beint í meðferðina. Ég vildi bara byrja á þessu, taka bara sénsinn. Og ég var bara mjög ánægð að ég gerði það. En geturðu eignast börn? Já, ég get eignast börn en við erum bara svo sátt með okkar 2 börn að okkur finnst bara lífið dásamlegt eins og það er. En skiptir þetta samt ekki máli að konur séu uppfræddar þetta? Jú, það skiptir mjög miklu máli. Sérstaklega fyrir þær sem eiga ekki börn og hafa að hugsa sér að stefna á barneignir. Þá finnst mér það mjög mikilvægt að þær fái þessar upplýsingar í byrjun þessa ferlis þegar krabbameini greinist. Þórunn hefur alltaf haft áhuga á dansi og hún nýtti sér það í endurhæfingunni. Ég hef ekki byrjað svona í kringum 2012 að dansa, þá uppgötvaði ég Zumba og held ég bara áfram og þetta eiginlega hélt mér gangandi gegnum mína meðferð og ég kannski fór stundum aðeins fram með mér og var í Kjarnaskógi og dansaði líka og lá svo bara daginn eftir og það þurfti aðeins að passa sig. En þú varst glöð með þú dansaðir? Yndislegt, maður bara gleymdi öllu og svo var líka bara hópurinn og félagskapurinn og andrúmsloftið, þetta bjargaði mann algjörlega og svo var ég líka fyrir sunnan og dansaði þar líka þegar ég var í geislunum. Og hverju breytti þetta fyrir þig? Þú fórst að gera meira úr því að dansa, var það ekki? Jú, ég ákvað bara að fara að kenna þetta. Tókstu þetta bara alla leið? Ég tók þetta bara alla leið. Það var kennari fyrir sunnan sem var búinn að vera að hvetja mig áfram að taka réttindin svo ég bara sló til og fer þegar ég er í veikindaleyfinu og tek réttindin í mars-apríl 2014. Þá tek ég réttindin. Þetta fer rosalega vel saman af því að þetta bara tengist bæði að vera innan fólk og gefa af sér og bara á svo ólíkan hátt og maður kannski pínu þreyttur kannski andlega eftir að vera búin að vera í vinnunni sem hjúkrunarfræðingur. Það er alveg dásamlegt að koma og dansa bara allt svona álag frá sér. En hvenær má segja að þú hafir útskrifast? Hvenær gastu sagt hvaða dagur var það sem er dagurinn þinn, þar sem að þú ert ekki lengur veik? Já, ég var auðvitað alltaf í reglulega eftirliti og þurfti að fara í svona sneiðmyndaskönn og það var fyrst á hálfsársfresti
En svo var það aðeins lengt og svo 2017 í lok júlí þá fæ ég bara grænt ljós að ég þurfi bara ekkert að mæta lengur og já, en get alltaf leitað til þeirra ef það er eitthvað og það var æðislegur dagur. Var það ekki? Jú, ég man samt ekkert hvað við gerðum en ég man bara að ég var með kærastanum mínum, hann kom með mér og við bara fögnuðum bara með því að vera bara saman. Og tölum aðeins kærastanum þinn. Já, gera það. Þú kynnist honum 2015, er það ekki? Jú. Þú ætlaðir ekkert endilega að fara í samband, var það? Nei, ég var komið svo nóg að þessu. Ég ætlaði bara að vera ein, er það ekki alltaf þá sem þetta gerist? Og hvað gerðist? Hann. Ég prófaði þetta Tinder en var eitthvað mjög skeptísk á þetta og ég sá ekki tilganginn í þessu og bara af hverju að nenna þessu og þá segir mamma svona við mig, er þetta eitthvað verra en eitthvað annað? Og ég sem sagt lá inn á spítala á þessum tíma og ég eitthvað að skoða þetta, kemst svo norður á mánudegi og bara ákveði, nú ætla ég að eyða þessu úr símanum. Skoða þetta kannski aðeins en svo eyði ég þessu. Þá poppar hann upp og það voru smá tæknilegir örðurleikar, ég ítti ávart á eða svona svæpað ávart, súperlæk á hann. Það átti ekki að gerast en við fengum match og hittumst bara 2 dögum seinna og já. Og þið eru búin að vera saman síðan? Já. Hún var í meðferð í sjúkrahúsinu fyrir sunnan á húðinni og svo sem var eiginlega ekkert mjög lítið í krabbameinsmeðferðin eftir að við kynnumst. Hún var aðalega bara í tékkinu og svo var látið að kíka þarna á hálsinn á sér þarna að skera einu sinni í hana aftur þegar hún hélt að hún var að fá einhvern svona nút eða kom nútur. Hvernig leið þér þegar hún var hrædd að hún væri komin aftur með krabbamein? Ég er bara þannig að þegar eitthvað koma, ég hugsa alltaf að þetta færi allt vel. Þetta væri ekki neitt, sagði alltaf við hana. Ég er bara einhvern veginn trúið því þó maður hafa lent í öðru og einhvern veginn hugsaði alltaf að það kemur ekkert fyrir, þetta fer vel. Gummi missti móður sína úr brjóstakrabbameini þegar hann var 18 ára og mammans fertug. Já, það greinst 5 árum áður, ég var 13 ára. Nýkomin heim til Íslands úr landsliðsverði í borðtennis, það var þetta fyrstu fréttin sem maður fekk. Þegar maður kom, ákvað að segja mér þetta ekkert sko meðan ég var úti til að ekki skemma ferðina. Þetta var fyrsta sem maður frétti þegar maður kom aftur til landsins. Og þið börjust saman í 5 ár? Já. Og hún þurfti að lúta í lægra haldi fertug? Já, það var í október 98. Lokaður þá svolítið á tilfinningar? Já, svona, maður það gert það bara einhvern veginn á þess að vera að spá í það. Man fannst maður ekkert vera að því. Þetta er bara svona með margt að við svona ekkert tala mikið um það, maður tala alltaf um hana. Þannig var ekkert að tala um hana neitt en hann er ekkert að tala mikið um svona þessi mála. Ég er oft bara þannig, sumum held ég. Þú komst að því bara nýlega að þú ert með þetta svo kallaða BRCA-gen. Já, þegar ég sá að þeir voru að opna fyrir það hjá Íslenskri erfðagreiningu, þá ákvað ég að láta tékka á því, bara til maður viti þetta og einhvern veginn þegar ég fekk niðurstöðuna og það kom mér ekkert óvart. Þannig séð. Afi dó líka á krabbameini, pabbi, mömmu og ég held að það er bara einhvern veginn, með þetta var rosalega lítið áfall að fá þetta fréttirnar. Það er meira áfall fyrir aðra, svo Þórunni kannski, hún hefði tekið meira inn á sig heldur en ég. Og eins með amma, þegar ég sagði henni þetta, þá kom henni heldur ekkert óvart. Það eru minni líkur að þú fáir eitthvað af því að þú ert í svo góð eftirliti. Já, allavega ef maður fær eitthvað þá finnst það vantarlega miklu fyrr heldur en það hefði annars gerst. Skjöðuldar að koma í veg fyrir það og vinna því fyrr. Þórunn segir samband þeirra Gumma alveg ómetanlegt. Hann hefur líka stutt mér svo mikið að því ég fengi aftur svona hnút á hálsinn og hann hefur gengið með mér í gegnum það og verið að styðja mig og segja mér þetta fer vel og hann er bara minn stuðningur hérna sko, ásamt mínu foreldrum. Hvernig er það þegar maður fær hnút aftur? Sko, þá rifjast þetta allt upp. Maður einhvern veginn talar um þetta bara, já, þegar maður er að tala um þetta, hvað maður hefur gengið í gegnum og bara, en svo þegar þetta gerist aftur og maður fær einkennin, þá kemur þetta svo ennþá nær manni. Varðstu hrædd? Mjög. Þá bara sá ég þetta allt fyrir mér aftur, guð þar ég að fara, ég ímyndaði mér þetta allt að versta og Gummi dró mig niður og mamma líka en ég bara fór að sjá þetta allt fyrir mér, lyfjameðferðina, allar nálastungunar,
geislana, brunasárin, ógleðina, allt þetta, bara þetta kom allt aftur, beinmergs sýnatakan. Það var eiginlega fyrsta skiptið sem ég áttaði mig á því hvað það var raunverulegt, hvað ég var að fara að ganga í gegnum. Þá brotnaði ég fyrst niður. Já. Þetta kom allt tilbaka þegar ég tvisvar lenti í þessu, fengi hnút og það tvisvar búið að skera aftur hérna á sama stað. En ertu hrædd að þetta komi aftur? Já, ég reyni að hugsa ekki það. En ég er alltaf mjög meðvituð þetta og þreifa reglulega hérna og maður er alltaf líka meðvitaður að fylgjast með öðrum einkennum. Bara eins og fæðingarblettum og svona, maður verður miklu meðvitaður þetta eftir að hafa gengið í gegnum þetta. Hvernig breyttist þú sem manneskja? Það er alveg rosa klísjukennt að segja þetta, maður verður þakklátari. Maður bara hættir að einbeita sér af þessum smá hlutum og fer frekar að sjá heildarmyndina, hvað maður hefur og ég er mjög opin manneskja en ég held ég sé farin að segja miklu oftar eins og við dóttur mína og við kærasta minn og foreldra mín og vini hvað eru með mikils virði og hvað ég elska þau og bara samstarfsfólki mitt, bara að hrósa, ég hrósa meira, ég held það. Og þá var að fagna áfanganum. Sest í fyrra, 2018, þá get ég alveg orðað bara þannig að fagnaði ég 5 ára afmæli. En mér fannst þetta til að vera svona áfangi til að fagna, það verið 5 ár. Og ég hugsaði hvað get ég gert til að halda upp á þetta. Og var eitthvað bara að skoða tölvuna og dett inn á maraþon síðuna. Bara hei, okkur ekki að hlaupa maraþon og láta bara eitthvað gott að mig leiða. Og því ekki að láta eitthvað gott að mig leið og gefa til göngudeildarinnar sem það sem ég fékk meðferðina. Svo ég sló bara til og hringi í Gumma bara hei, hefur ekki að hlaupa 10 kílómetra, ertu ekki með? Svo við gerðum það. Og ég safnaði 117.000 og var alltaf að reyna að fá fólk til að svona peppa þau upp til að styðja mig og við notuðum ýmis ráð og ég lofaði að bera hann yfir endalínuna sem ég gerði. Það var alveg svirði. Bánar plakta. Já, og í hálfmálunum það eru góðið mark. Já, og í hálfmálunum það eru góðið mark. Reynsla Þórunnar af starfsfólki heilbrigðiskerfisins er mjög góð, sérstaklega þó göngudeildarinnar á Akureyri. Fólk fram í fingurgóma og yndislega manneskjur og ég hef bara notið góðs af því að vera sjúklingur þarna og fengið að vinna með þeim eftir meðferðina. Svo það er bara algjörlega ómetanlegt að geta fengið þessa þjónustu hér. Þannig að það var svolítið gaman að rétta smá gjöf eftir maraþonið. Það var æðislegt. Nú sést það ekki utan á þér að þú sért eða hafi verið að glíma við erfitt krabbamein. Nei. Hefurðu fundið fyrir vankunnáttu fólks í því eða einhverjum fordómum jafnvel? Já, því miður. Og í hverju felast þeir? Að ég get ekki unnið ákveðna vaktir. Ég þarf rútínu. Ég þarf bara 8-4 vinnu og ég hef alveg fengið fordóma gagnvart því að get ekki rúllað á vaktum. Ég hef fengið athugasemdir að ég sé bara út allan bæ á kvöldin að kenna en get ekki tekið alla vaktir og þetta þótti mér rosalega leðilegt en þetta er svolítið síðan en þetta situr svolítið í mér. En ég hvíli mig alltaf fyrir kennslu og passa upp á mig sko. Ég mæti ekkert, ég er ekkert allan daginn svona úberhress, ég þarf að hvíla mig og svo gef ég allt í þetta í þessa klukkutíma kennslu. Svo fer ég bara heim og hvíli mig og þetta er líka mitt andlega batteri, kennslan og mín líkamsvakt líka. En treystir þið til þess að segja það við fólk? Segja fólki hvernig lífið þetta er í raun og veru? Já, en samt hef ég upplifað svona pína ég skammist mér fyrir það. Af hverju get ég ekki gert þetta? Af hverju get ég ekki unnið alla vaktir? Og það er bara þessi þreyta sem eru eftirstöðanar af þessari meðferð sem ég er bara búin að vera að kljást við. Og fólk sem er nálægt mér eins og kærasti minn og dóttir mín, þau sjá þetta alveg og upplifa þetta. Ég stundum bara ligg hérna og sef og þarf að hvíla mig og ef ég er að fara eitthvað út á kvöldin þá þarf ég að hvíla mig. Það er bara því að fólk sér þetta ekki hérna, það sér mig bara út í bæ, það áttar það sig kannski ekki á þessu. En þetta er kannski ekki mannvonskapur meira vanþekking? Algjörlega, alveg klárlega. Mér finnst það æði bara að sjá mömmu svona glaða
það er bara pínu skrítið. Já, hvað er skrítið við það? Að bara, mér líður eins og það hafi bara gerst í gær þegar mamma og ég vorum í kjarnaskógi, við vorum að hreyfa okkur. En núna er hún ekki lengur með krabbamein. Núna er hún bara heilbrigð, við förum endur í kjarnaskó. En mér finnst það bara pínu skrítið, mér líður eins og það hafi gerst í gær. Hvernig sér þú framtíðina? Bara að mamma mun ekki fá henni meira krabbamein. Hún verður bara ennþá heilbrigð og ég var líka heilbrigð með henni. Ég sé það þannig. Maður svona bara spáir í þetta þannig að reyna að lifa þess lífinu. Ekki passa þess að gera eitthvað skemmtilegt líka. Ekki bara eitthvað leiðilegt. Heldur að þið sjáið lífið öðruvísi heldur en aðrir sem hafa ekki þessa reynslu? Já, ég held að allir sem hafa gengið í gegnum að missa einhvern mjög nákomið sér eða hafa veikst alvarlega, þeir gera það bara öðruvísi. Þetta sé bara þannig, alveg potið. Talið þið mikið saman? Já, hún er búin að ná að tósa svolítið mikið upp á mér þessi ár. Alltaf meira og meira. Ég finnur alveg að það hjálpar sko, að tala um hlutina. Það var ekkert mikið í því áður. Það bara svona, tók bara svona gamla skólan á það og það var bara byrgið inni. Á þess að vera eitthvað að gera með þetta, þá var þetta bara svona ósjálfrátt einhvern veginn að vera ekkert að tala um hlutina og mikið. Við bara verið mjög ánægðir síðan við kynntust. Gert mikið, pössum vel saman, það var sér svart og hvítt, eins og gengur að gerist. Það var kannski styrkur bara fyrir uppistæðin? Já, maður mega ekki vera of líkir heldur. Það er ekki gott með þessu algjör anstæður. Það mega ekki vera alveg eins, en við hefum mjög margt svona sameiginlegt. Eins og bara hvernig með hreyfingu og það líka það sé svona sameiginlega áhugamáli að fara út að hreyfa sig eða að gera eitthvað. Eins og taka það saman þátt í Reykjavíkurmaraþoninu. Sem dæmi. Hélst hún myndi halda á þér yfir línuna? Ég bauð henni ekki upp á það. Ég hoppaði bara upp á bakið á henni þegar við vorum að koma á endalínuna. Hún held að hann hafi verið búin að gleyma því þegar við vorum að koma þarna að. Ég sé fyrir mér bara dans og gleði og jafnvel einhverjir flutningar vonandi. Okkur langar að flytja til Spánar. Langar svolítið að læra spænsku. Svona kannski komast aðeins nær upprunanum. Hvar er upprunnin þinn? Upprunnin minn er Kólumbía. Svo mér langar svolítið að kannski læra mitt svona móðurmál. Hefurðu einhver ráð til þess sem er að greinast núna með Hodgkins? Já, bara horfa á björtu hliðarnar. Þetta er ekki endalokin og það er líf eftir þetta. Og það er allt hægt.